Já, góða kvöldið á föstudagskvöldi hérna við rauðaborðið hérna sitja eins og oft á föstudagskvöldum Mikki, Benni og Biggi og svo alltaf leynigestur og nú það Erpur Eyvindarson. Hvað þú Erpur? Ég nú bara hérna í svona, hvað að segja, svona miðpunkti stór Kópavogssvæðisins sem náttúrulega Kálfsið. Það Kostum Kóp sem það sem ég hef komið með fyrir. Hvað með hérna Kópavog og þið hefur alltaf búið í Kópavogi eða hvað? Nei, þú máttu ekki segja neinu frá því en ég náttúrulega fæddur. Ó, eitthvað högt á netinu. Sem krakki og til úthverfis Kaupnafnar, Vallensbæk, Grefi og svo flytti ég í Barðavoginn og í Vogaskóla og svo flytti ég aftur til Kaupin, til Vallensbæk og svo flytti ég í Vesturbæinn Reykjavík og þaðan í Vesturbæinn Kópavogi. Þú bara eins og Bubbi Mortens, hann upp í Danmörku og Vogahverfinu til skiptis. Já, en minn maður Bubbi, ég veit ekki einu sinni, ég held að hann hafi ekki talað við neitt, hann með rosa slakan danskan hreim. Ha? Já. Hann talar bara eins og einhver dönskukennari, Já. Ég var náttúrulega í 7 ár, Já. Einar Már Guðmundsson, hann gefinn út mikið í Danmörku og ferðar og heldur kynningar út alla Danmörku, sér bara ágætlega. En það segir mér fólk sem mætir á svona kynningar hans að það sé rosalega fyndið, það sé eins og að hlusta á eitthvað frá 1960 þegar Einar Már Guðmundsson talar dönskuna sína. Já, hann talar svona málfræðilega vandaða dönsku, það ekki málið? Jó, en það ekkert af því að danskan breytist náttúrulega ótrúlega hratt. Danska bara búin að vera sem tungumál, Þú veist, það bara danska snýst bara að segja ensk orð með dönskum hreim. Það bara sandwich, swimming pool, eitthvað svona. Þannig að menn getur nú bara að janna þessa dönsku bara morgun, Já, en finnst þér vænt Danmörku? Já, Danmörki sem ég elst upp í, hún náttúrulega Kim Larsen og Kristjania og Hrófarskelda og allt svona. Danmörk ekki skemmtileg svona í megin. Það verið sambandi, dettur alltaf út. Já, hann á símanum. Já, þetta á símanum. Og stjórnvöld hafa náttúrulega neytt Kristjaníu til þess að skipta þessu upp og gera þetta hlutafélagi en Kristjania listi reynda með því að láta alla kaupa. Ég á hlutabréfi Kristjaníu til dæmis, en enga síður, þú veist, það komin að spegla byggingum á Kristjánshöfn og svona, þetta svona, jú, ég elskaði þetta Danmörku, ég á fullt af góðum vinum og þar og svona, en það svona, þetta ekki gamla góða og Benni veit þetta alveg, hann þekkir til fyrir og eftir, það ég veit ekki svona upp úr 2000, þá breytist Danmörk töluvert hratt. Benni, elskar þú Danmörku? Já, ég elska fólk sem býr í Danmörku. Já, ég held að það sé betra orðað þannig. Já, en þetta fræg saga Bubba Mortens í viðtali við sænska útvarpið þegar hann ætlaði að meika það í Svíþjóð og Bubbi talaði sína fínu dönsku eða skandinavísku og blaðamaðurinn spurði hann og svona og svo köttaði blaðamaðurinn inn og það kom útskýring og sagði já, þetta var Bubbi Mortens frá Íslandi ólíkt því sem margir kannski halda, þá var hann ekki að tala íslensku. Hann var að tala það sem kölluð skandinavíska. Já. En það sem hann sagði var þetta og svo þýddi hann allt sem Bubbi hafði sagt. Já. Og þetta svona mín saga líka í Danmörku. Ég held að tengdamóðir mín fyrirverandi, hún hafði samband við mig og þakkaði mér, hún hafði séð eitthvað viðtal á Facebook við mig og var svo ánægð, hún hefði bara skilið allt sem ég hafði sagt. Já. Þá benti hann að ég hafði reynt að tala ensku í þessu viðtali. Það var alltaf sagt náttúrulega við okkur þegar við vorum að læra dönsku, þú veist, ég var náttúrulega ekki að læra mikið dönsku, en það sagt við krakka sem læra dönsku í skóla á Íslandi að þú getur talað að danska sé svona lykillinn að skandinavíska heiminum, að það skilja allir í raun og veru dönsku. Það ekki rétt. Það alveg, en af því að Dani, það skilur enginn Dani. Dani skilja sig ekki Dani. En ef Íslendingar tala rosalega hægt dönsku með engum hreim,
þá það kannski svona, það kannski svolítið lykillinn að skandinavískunni. Íslendingur að tala dönsku hægt með bara, þú veist, ég, skal og allt þetta, sko. En Daninn náttúrulega rosalega, hann náttúrulega rosalega, orðin mynda svo neðarlega að það svona, það ekki, sko, Svíar og Danir, þeir skilja hvern annan ekkert og þeir ekkert að reyna það heldur. Það var alltaf reglulega einu svona ári eða eitthvað svona í sjónvarpinu. Það voru forsætisráðir að Danmerkur sátu og spjölluðu svona í viðtalsþætti eða svona hringborði. Og það var svo gaman að fylgjast með þessu vegna þess að þegar Daninn talaði þá var svipurinn á hinum þá var svo augljóst að þeir skildu bara ekki orða því sem maðurinn var að segja. En Mikki, þú hefur búið í Danmörku, eða ekki? Eða við svona byrjaði að tala um Danmörku. Ég bjó í 3 ár í Danmörku og það sem var magnað við það, ég flutti til Danmörkur akkurat að þessu augnabliki sem Erpur talaði að Danmörk stendur bara á ótrúlegum krossgötum sem árið 2000 þegar Anders Fogh Rasmussen býður sig fram sem forsætisráðherra, sko gjörsigrar kosningarnar, semur við Dansk Folkeparti, nýnasistana og stofnar sko hægri sinnuðustu ríkisstjórn sem að Skandinavía hafði séð fram að því, nema bara síðan Adolf Hitler tók yfir Kaupmannahöfn. Og þessi ríkisstjórn byrjaði bara að éta upp, bæði bara þessa fallu, ég flutti líka til Danmörku með sömu rómantíkin og glýjun í augunum, hafi komið þangað oft áður og var ofboðslega spenntur að því að Danmörk var svona, ég reyndar að upplifa það alveg rosalega jákvæða hluti af sko kerfinu að vera með börn þar og heilbrigðiskerfi og svo framvegis, vegna þess að það var ennþá þannig Danmörk þarna. En þetta var ótrúlegt og ég var fyrir svo miklu áfallir í kom, þannig að ég lendi bara í miðja kosningabaráttu og það bara, auglýsingarnar eru rasískar og það eitthvað sem við höfum aldrei kynnt þessu í Íslandi. Þetta mikið hérna í Vín og mikið í Evrópu, það sem tekur jafnvel mynd af sko, útlending, eitthvað sem sko, fremmed, sem framandi og sem kannski, annarkot hann með öðruvísi augu eða öðruvísi lit og þú setur hann í ofboðslega neikvætt samhengi og svo segir bara tími breytinga. Þetta svo Danmörk sem þú vilt? Þetta svo það Austurríki sem þú vilt? Utan á kirkjunni minni, að því að nú eru katolikar sko, hafa oftur annálega þekktir fyrir að kóa með nasistum, bara kirkjan mín sem þetta fyrir utan, katólsk kirkja, Fóterkirkja í Vín, þetta sama og ég upplifði í Danmörk, sem ég upplifði í Vín, hún var plastiruð með plakatum af sko, manni sem lítur út fyrir arabiskur að bera út hjólburur, hann stóð fyrir aftan sko vinnumálastofnun á þýsku og hann með hjólburur fullar af evrum. Hann með 1 milljón evrur í hjólburum að því hann að græða svo mikið á atvinnuleysisbótum í Austurríki. Svo var annar, hann var með grímu og hann var greinilega asískur og hann svona með en hníf sko og svo hvít kona sem svona og þetta var plakat utan á kirkjunni. Ég reyndi að stofna til, þetta var nú bara fyrir kosningarnar, 17. kosningarnar. Ég skrifaði sko prestinu marga e-maila, engan áhuga að svara. Og ég var að gagnrýna þetta. Þetta bara fyrir utan húsið mitt, hvert skipti sem þurfti að labba út, þá voru risastóra póstarar og útlendingahatri. Og þetta var bara daginn, en þetta var 2000 í Danmörku. Og svona vann Anders Fogh Rasmussen, þess að hann hoppaði, hann las þetta bara í einhverjum könnunum eins og gert og hann hoppaði á hann vagn. Og það var sko frægt nauðgunarmál þar sem að strákar höfðu nauðgað stelpu, dansku stelpu og þeir voru líka danskir strákar en þeir voru dekkri, þeir voru aðeins brúnir. Þeir voru brúnir eins og Basil bróðir minn og þá keypti hann opnu í öllum blöðum í Danmörku, mynd af sko fræg fréttamynd af þessum strákum að yfirgefa réttarsalinn í Járnum, búið að dæma þá í 6 ára fangelsi eða eitthvað slíkt sko fyrir að nauðga þessari stelpu og þar stóð tími breytinga og hann búinn að skrifa Anders Fogh Rasmussen undirskriftina og þetta var talið vera með þess að auglýsingi sem vann hann kosningarnar að því að bara Danmörk breytist og Danmörk ekki svo Danmörk sem að maður hafði heimsótt þeim farið í Kristjaníu, reykt 1-2 jónur og verið bara wow, þetta bara skemmtilegt fólk og maður hefði haft svona jákvæðar sögur af sko heilbrigðiskerfi og öðru sem ég reyndar síðan bjó ég þetta 3 ár sko og var að skrifa á svona og átti alveg upplifun af rosalega góðu sósíalkerfi en horfði bara á þetta fara til fjandans. Já, hann fer síðan í Íraksstríðið sko. Það ríkisstjórnin hans Anders Fogh sem fer með Danina í Íraksstríðið og þeir voru rosalega öflugir þátttakendur.
þau sendu mér þess að kafbót, bara ég veit ekki hvað ætla að gera við hennar kafbót. Kafbótinu hétt Selurinn, og menn voru alltaf að djóka með það hvað ætla að siglum í Efrat á okkur kafbót og svo sendur ykkur að græja, þetta var alveg mislukka. Danir, það allt og langt síðan að Danir voru eitthvað stórveldi þetta verður svipað eins og þegar Englendingar ætla að fara núna að þykjast að vera kallar sko, beita sér og vera fjárfesta svakalega mikið í vopnum og ætla aftur að vera eitthvað svona, þú veist, þetta ballið búið sko, og Danir náttúrulega, það margir Danir sem svona halda ennþá þeir séu eitthvað stórveldi skilur og þetta einhver róman sem verið að kveiki og ég meina, ég að horfa hérna í COVID, maður búin að horfa endast á Viaplay og Netflix og þetta drast og það einhver svona þættir einhver danska hermenn sem alltaf skipti máli í einhver skítastríði þetta kemur svona upp á 2000 og Danir sko voru búin að vera svo rosalega mikið bara í svona bara fötum að systkinum sínum og svona hippa stemning en upp á 2000 þá byrjaði til mér félagar mínir allt í einu byrjaði Danir eitthvað svona venjulegt fólk að kaupa sér eitthvað svona merkjavör og það var alveg áberandi hvað þeir voru lélegir í, þeir fóru bara að keyptu eitthvað dýrt Gucci drasl eða ekkert passaði saman, þetta var svona þegar maður sá strippara sem kemur inn bara frá Portsmouth í Bretlandi á joggingaðanum og fer og tekur nokkrar vaktir og eitthvað smá pening og fer og kaupir sér einhvern svona Givenchy joggingaða sem var alveg að bljótur og hinn joggingaðin nema það var ekki Givenchy og Danirnir þeirra fatastíl sem kemur með þessu speklaglers þú veist, hægri frjálshyggju kjaftaði sem kemur þarna upp á 2000 það var alveg að sama það og þú veist og það sem var leiðilegt við það náttúrulega að Kristján var gerð svo leiðileg af því að þeir náttúrulega ráku burt alla hippana sem voru bara á grænlendingrana sem voru bara að selja bara eitthvað dótar í og einu sem að nefndu að taka slægin, það voru bara harðir glæpamenn. Þeir sem eru að selja kannabis í dag á Pusher Street í Kristjaníu, það eru bara grjótharðir glæpamenn, ekkert notalegt við það. Og þá missir, bara við að missa Kristjaníu, þá missir Kaupmannahöfn svakalega sjarma, af því að þú veist, það voru alltaf allir að segja, Danir verið lygiglað. Danir ekki raskat lygiglað, þetta eru mestu brokkarar, þeir pokasa, þú veist. Þeir eru mestu röflar sem til en ekki í Tivoli og ekki í Kristjaníu sem voru nummer 1 og 2 sem vinsælustu ferðamannastaðir í Danmörku. Erpur, má ég aðeins trufla? Benedikt, nú þetta verið að tala móðurland dætra þinna. Óþægilegt að sitja undir þessu að hlusta á Íslendinga að tala Danmörku? Já, ég allt það góða sem við höfum lært og kenndu Danir okkur, Þeir drógu okkur út úr moldarkofanum og gerði okkur því sem við gerðum. Við vorum í sambandi við Danmörku og það voru Danir sem lyftu okkur upp. Ég vil bara undirstrika það. Ég reyndar, átti danskan tengdaföður lengi sem var mjög sár út af svikunum 44 og lét mig alltaf heyra það. Ég var komin að þessari svikara þjóð sem hefði svikið Danmörku þegar hún var veikust. Þurfti á okkur að halda og ég svaraði á móti. Þetta er rosaleg fjölskylda sem hún tengdist, það maður heyri bara í mávastellinu og þetta er svo borgaraleg viðhorf. Hann var prófessor í slavneskum fræðum þessi maður við Árósháskóla og kommunisti. En hann gat ekki fyrirgefið svikin 44 og ég sagði við hann bara áttum við að vera nasistar eins og þið. Þið voru bara, og því var ekkert vel tekið. En það var hugmyndin, við yrðum það frjálsa frontið eins og Gutu Gól fór til Bretlands. Þá vildi hann ímynda sér, við áttum að vera nýlendan sem héldi velli, Já, það myndi flýja kóngafólkið bara til Íslands. Já, en en við getum en það er eina sem virkilega fer í taugarnar á mér við Dani, það er eins og ég elska og ber virðingu fyrir þeim og ég verð að segja eitt, það er hvergi sem maður fær jafn fallega umræðu og skrif íslenska menningu eins og í dönskum blöðum. Aldrei nokkuð tíman ever hefur verið fjallað jafn ítarlega íslenskar menningarafurðir eins og í dönskum blöðum. Við erum að tala Weekendavisen og Politiken, það eru forsíður. Einar Már gefur út bók, gamla þýðingu, forsíður yfir allt. Einar Kárason, Hallgrímur Helgason,
það er undirlagt, það eru umræðuþættir, bara smaksdómverðinni. Það er bara allt undirlagt í dönsku samfélagi á menningargeiranum að því það er að koma út íslensk gömul skáldsaga í danskri þýðingu. Maður hefur aldrei séð svona umfjöllun á Íslandi. Þannig að við ættum aðeins að, það er ýmislegt sem við getum lært það. Og svo líka þetta... Svo kemur, Benni, núna kemur en að því að nú erum við að hæla þeim. Þú ætlar að segja eitthvað mjög anstíkilegt Danina. Að versti er að vera þar yfir kosningar. Það er gaman einmitt, Mikael, því að ég var þarna, dóttir mín fæddist þarna 99 og ég flutti akkurat þaðan. Ég flutti aftur 2003 og var til 2006. En þarna, ég misti af þér, ég man að þú varst þarna í Valby, varst ekki með skrifstofu í þessu fína kvikmyndafyrirtæki að skrifa eitthvað. Já, ég var að vinna með þeim, jú. Jú, en allavega, ég var hérna við kosningar og upplifa kosningar í Danmörku mjög sárt fyrir okkur sem eru svona gömlu nýlendu þjóð. Það er til dæmis þegar atkvæðin kom inn frá Færeyjum, þá verður allt vitlaust. Þú veist, það liggur fyrir einhver niðurstaða í kosningunum og allir rosa glaðir, svo koma þessi helvítis atkvæði frá Færeyjum og þeir eyðileggja allt. Og þá verður okkur ljóst að Færeyingar er ekkert með, þeir eru ekki Danir. Þá fá þeir að heyra það, helvítis Færeyingarnir, þeir tilta öllum balans. Og þá svona misti ég það á svolítið, misti ég það. Biggi, hefur þú búið í Danmörku, Biggi? Nei, mér finnst þetta mjög, ég hef aldrei búið í Danmörku og ég kem sko, mér finnst þetta mjög áhugaverður umræður vegna þess að við erum náttúrulega á tímamótum þar sem við þurfum að svona finna eitthvað til að standa á. Það er eitthvað hrun í gangi og þá þá þurfum við að finna nýja stefnu og þá er gott að rifja upp bara hvað við reyna að fatta hvað við erum og þá er bara eina sem grundvallar spurningum. Erum við lausir við Dani, bara þetta samband sem var þarna á milli, erum við búin að vaxa frá því eða erum við ennþá einhvern veginn, ég veit ekki hvernig ég á að orða þetta, mér finnst við ekkert vera einhvern veginn orðið almennilega sjálfstæð. Við erum einhvern veginn ennþá að reyna að sanna okkur. Maður er ekki sjálfstæður þegar maður hættir að reyna að sanna sig og mér finnst við ennþá vera einhvern veginn að bíða eftir því að fá samþykki. Eru Danir... Það sem við höfum að gera er að, bara í skjótinni, það sem við höfum að gera til að öðlast alveg sjálfstæði, við höfum að hætta að kenna dönsku í skólum og fara að kenna pólsku. Það eru miklu meiri pólverur í Íslandi heldur en nokkuð tíma dans. Ég er algjörlega sammála þessu. Ég held nefnilega það að við þurfum að vera þjóðin sem sparkar í raskati á þessum skandinum og segja þeim bara, ef þið ætlaði að vera eitthvað meira heldur en þess að 3 þjóðir að tala ykkur á milli á ráðstefnunum, ykkur á ykkur tungumann sem við Íslendingar og Finnar og öðrum sem eru svona alveg til að vera með, skiljum ekki, þá bara fuck you, skilur. Nú tölum við bara ensku, ef við ætlum að vera hérna ykkur norrænu samstæðu, bara tala ensku, eitthvað sem hægt að skilja og hefur eitthvað orðaforða og bara hefur eitthvað áfyrir sem allavega hægt að heyra. Ég heyri bara þegar ég heyri dönsku, þá er bara eins og sé eitthvað bila soundið, skilur, maður fer bara, hvað er að, skilur, það er eitthvað að, ég heyri bara ekki neitt sem make sense, skilur, og ég held að þetta sé þetta við þurfum að, ég held að okkur vanti að losna almennilega við Dani, losna við þetta tungumál og verða við sjálf og koma tilbaka til Skandinavíu og segja, heyrðu, við erum búin að sjá okkur þetta utanfrá, við erum orðin fullorðin, núna er ég að fara að segja ykkur hvernig við gerum. Ég ætla bara að benda, ég er algjörlega ósammálaður, Birgir, mér finnst við okkur vanta Dani, við þurfum meira að vera með Dönum og læra meira af þeim og allt það góða sem gerðist síðustu 200 árin var frá Dönum. Alveg frá því að afi minn Skúli Magnússon, fógeti, reynda að búa til einhvern iðnað og lyfta okkur upp, þá var það með hjálp Dana, það var danski kóngurinn, danskir embættismenn, þeir dældu peningum, þeir gerðu allt fyrir hann og það var brotið niður af íslenskri aðals- og yfirstétt. Ólafur Stephensen og helvíti Stephensen... Ég er ekki að tala það, Þannig það er alltaf íslensk yfirstétt. Vandamál okkar er alltaf okkar, það voru ekki Danir. Danir voru góðir og við höfum verið þakklátt og við höfum að hneigja okkur fyrir þeim og við höfum að segja unskul fór fyrir og föru. Unskul. Að sjálfsögðu. Ég er einmitt að læra þetta með mömmu mína. Mamma mín gaf mér allt, skilur. Og ég á henni allt að þakka. Ég er samt ósammála margt, hún kýs sjálfstæðisflokkinn og mjög margt hérna svona menningadæmi svona, þú veist, það eru einhver átök. En ég er einmitt að átta mig á því, reyna að hætta að vera unglingur og skilja bara hvað mamma gaf mér mikið og gaf mér mikla bara kjölfestu í allt mitt verðmætamat sem byggir í raun og veru alltaf góða sem ég reynir svona að byggja annað á, skilur.
en ég er samt ekki sammála við margt, þannig ég er bara að segja auðvitað að vera þakklátt fyrir það sem aðrir, Danir og aðrir hafa gefið okkur og hjálpað okkur til þess að verða. Við fengum Marcel Ástæðuna frít og við höfum verið þakklátti fyrir hann og áttum hann ekki skilið. Fengum hana samt, þakklátti Bandaríkjamönnum til að gáfu okkur pening til þess að verða eitthvað, kaupa eitthvað drast og búa til eitthvað, skilur. Auðvitað þurfum við að vera þakklátt, en við verðum samt að vera sjálfstæð og partur af því að vera sjálfstæður einmitt að vera ekki alltaf að bukta sig og beygja og í einhver fucking þakklæti. En ég get alveg sagt að þegar ég bjó í Danmörku þessi 3 ár, þá var ég fluttið þangað 25 ára gamall og var svona að daðra við fátækt sem rithöfundur. Þannig séð skilur ungur listamaður átti 2 börn og það var alveg ótrúlega lífsgæði. Hvað lífsgæði mín breyttist mikið á því að flytja af bara Bræðraborgarstíg til Danmerkur með börn. Það breyttist allt. Það var miklu einfaldara fyrir mig að borga reikninga hver mánaðamót varðandi leikskóla og annað og hvernig þetta leita til heilbrigðisþjónustu og allt. Ég hafði notið svona stuðning á Íslandi, pabbi hafði stundum farið í bónus eða eitthvað og keypt inn. Ég þurfti ekkert að neinu af þessu að halda í Danmörku. En að lifa miklu betra lífi út af einhverju kerfi sem var líka mjög rómantískur, hafði svona ákveðin rómantískar hugmyndir og var ástæðan fyrir að maður flutti þangað líka. Það var, og maður sá það líka á jafnöldrum sínum með fólki sem maður kynntist að það var margir eru í tiltölulega öruggu húsnæði sem var á þessum árum var að gera slíka skelfilegir hlutir í Íslandi þar sem verið að kippa fótunum undan stærsta félagsnetinu sem við höfðum á Íslandi sem voru verkamannabústaðir og á meðan að Danir hafa einhvern veginn ekki holað innan bæði stofnanir, fyrirtæki og annað sjáðu bara eins og mála menningu sem er búin að gera alls konar vitleysingu á Íslandi meðal annars Jóhann Pál Valdimarsson ríka. þar sem fólk búið að hóla inn gúddvillið og annað, bara frábær menningarstofnun. Þetta finnur þú ekki í Danmörku. Það enda bara Jyllandsposten Politiken sjóður sem rekur bæði Jyllandsposten og Politiken og öfluga bókaútgáfu og bara sjóður með stjórn. Það margt sem vendað enda í Danmörku sem á Íslandi, hver sem getur tekið. Það bara selt, verkamannabústaðakerfið bara selt og bara, fólk gefnar íbúðirnar á einhverjum kapitaliskum forsendum. Og auðvitað hafa Danir líka höfðu farið 10-12 árum undan okkur í að selja bankana og við skelfilegar afleiðingar og eru núna í skandölu þess að þeir eru að þvo peninga fyrir rússneska ólígarka og fíkniefnasala sem virðist vera örlög margra banka þegar kíkt í bókhaldi hjá þeim. En það var margt sem funkaraði ofboðslega vel vegna þess að eftir stríðu eitthvað urðu þeir alveg rosalega vinstrisinnaðir og sósíaldemókratar þar eru það eflaust ekki lengur, ég þekki það ekki nógu vel en ég veit að það fært sig allavega vel til hægri varðandi afstöðu þeirra til innflytjenda. Þeir voru alveg ofboðslega vinstrisinnaðir og voru alveg sósíalistar lengi vel. Þannig að það var ofboðslega lífsgæði að búa þar þessi 3 ár og átti alveg bara frábæran tíma sem svona ungur, blankur fjölskyldufaðir og listamaður að reyna einhvern veginn að sjá fyrir mér, Já, en málega ég held að alltaf ef við tölum þjóðir, þegar við tölum Norðurlandaþjóðirnar, þá tölum við meira svona á þeim nótum að það sé svona, við leifum okkur kannski að vera með aðeins meiri sleggjudóma, því að það allt í góðu, við erum allir, þetta svo tengt eitthvað okkur svona, en það sama regla getur fyrir Danmörku svo öll lönd að það bara hversu öflug hreyfing, progressív hreyfing, hversu öflug verkalýðshreyfingin, hversu öflug eru frjálsar listir í landinu, þetta allt mælikvarðinn á það hversu skemmtilegt landið Þegar það finnst eitthvað kóngafólk með einhverja sníða fjaðrir og dúska og öxlum, támjum skóm, þetta bara hálfvita, sem að gera ekkert land merkilegt. En progressíft lið og bara, ég meina, við getum talað endast hvað ensk yfirstétt þetta bara eins og bara að lenda svona í þegar brekkusniglar komast í nestið í skógaferð. Að horfa það lið viðbjöður en progressífir englendingar og fer til Liverpool og hangi með alvöru working class liði, þá það stórkostlegt fólk og það bara spurning hversu öflugt það í samfélaginu og í Danmörku. Erpur, má ég spyrja það, hvernig Ísland á þessu mælikvarðaðinu? Já, einmitt, ég að koma í Íslandi. Danmörk á það sem gerir það svona flott að mörgu leyti
að byltingarhreyfingin rosalega öflug upp úr aldamótum 1900 og það og réttindi sem við síðan sem hafa síast til okkur, það rosalega mikið út af verkalýðsbaráttu sem var háð í Svíþjóð og löndunum í kringum okkur, þar sem var verið að skjóta verkamenn. Það voru skotnir, það voru tugir verkamanna skotnir til bana í verkvöllum á Norðurlöndunum, sem þýðir það að menn voru ekkert að grínast með þetta. Þannig að það ávinningurinn, hann þarna mjög lengi, en ég meina eins og ég segi, hann náttúrulega, það aðeins að fjara undan þessu, eins og þú segir mikið með sósíaldemókratana, ég meina það sósíaldemókratar sem stóðu fyrir því að þessi verkamannahverfi sem eru mjög oft, hafa mjög mikið útlit, innflytjendum í verkamannahverfum í Danmörku, eins og Aarhus Vest og hverfunum mínum, Gref og Vallensbæk, þetta eru svona sem eru okkur gettólista, skilur. Í þessum hverfum, þá eru meiri glæpir, það er meiri lífsbaráttunir harðari sem gerir það verkum að kratarnir, þeir fara í það og með náttúrulega stuðningi alls konar hægri öfgahafar, skilur, Dansk Folkeparti og fleiri, það eru hærri dómar. Var þetta ekki svona sem var gert? Það var hærri dómar fyrir, ef þú gerir eitthvað í þessum hverfum, þá áttu dæmdur harðar heldur en ef þú gerir þetta bara í, einhvers í viskibett, og nú kem ég að Íslandi, við, Gunnar, höfum fengið náttúrulega, íslensk verkalýðsbarátta merkileg og hefur verið mjög flott á köflum og hún har aldrei verið öflugri eins og núna, en við hefum fengið rosalega mikið sem afleiðingu af baráttu verkamanna eða vinnandi fólks á Norðurlöndunum. Ísland mér finnst progressíft lið á Íslandi mér finnst Ísland stórkostlegt. Mér finnst progressíft lið í listum og menningu og í verkalýðsbaráttunni og allir sem ég nefni áðan vera, við erum völdin, dómsmálaráðuneytið og fjármálaráðuneytið og utanríkisráðuneytið sem alltaf viðbjóðslegasta við Ísland. Það alltaf verið á höndum sömu klíkubræðrana, skilur. Sjálfstæðisflokkurinn meira eða minna búin að hafa þessi ráðuneyti og þau gera það sem skilyrði. Dómsmálaráðuneytið, það búið að raða niður sjálfstæðismönnum í öll mikilvægustu embætti lögreglunnar. Utanríkisráðuneytið, það sama hvað þvættingur í gangi í Washington. Við eltum eins og læmingjar. Fjármálaráðuneytið, ég meina, við fórum í harðasta hrunið, ég meina, eins og við vorum að tala ég meina, Davíð Oddsson var á lista Time yfir helstu hrunvaldana í heiminum, skilur. Þannig að progressíva lið á Íslandi æðislegt, en við erum ekki jafn öflug kannski, við höfum ekki náð kannski sama krafti, í þeim málum eins og til dæmis í Svíþjóð. Svíar hafa verið með Ólaf Palme, ég meina ekki furðu það að hann var skotinn, það ekki að fara að trúa því að einhver fyllibytta hafi skotið Ólaf Palme eða Kúrdar hafi skotið Ólaf Palme, það bara þvættingur. Við vitum alveg að Ólaf Palme stjórnin var öflugasta stjórn og sjálfstæðasta og flottasta stjórn sem Evrópa hefur haft í sögunni. En þá var það sem að myrkraöflin myrða fólk, þegar menn skipta máli. Þannig að Ísland ekki komið að þann stað að neitt hafa áhyggjur að þurfa að skjóta neitt til að halda hlutunum óbreyttum. Má ég koma hérna aðeins inn á það sem sagðir með við vorum að tala um Danmörk og þetta, við höfum svo mikið fengið í gegnum Danmörk af okkar lífsgæðum og annað og það er náttúrulega alveg satt og alltaf. Og þetta finnst mér einmitt svo áhugavert út af því að það það har alltaf verið rosalega sérstakt fyrir mér, af hverju það hefur verið svona, einhvern veginn einhvern veginn á þessari hugmynd að við þurfum einhvern veginn að fjarlægja Skandinavíu og einhvern veginn fyrir þetta landið Bandaríkin. Þetta hefur verið svona eitthvað svona hægri umræða, en manni finnst þess að hún eigi smá svona hljómgrunn hérna heima. Það er svona einhver pínu stemming fyrir því að þetta sé ekki alveg okkar og mér finnst það vera svona pínlítið eins og við séum pínlítið svona, af því mér finnst Skandinavíu að vera bara svona fjölskyldu mál, Mér finnst þetta að vera pínlítið eins og við séum einhvern veginn að reyna að distansast okkur frá fólkinu sem okkar, eins og við séum enda að ströggla við það að vera sjálfstæð í staðinn fyrir að vera einhvern veginn
ná sátt við það sem við erum og skilja það bara að þetta fólki sem við deilum bara okkar, þú veist, bara svona hvað mest okkar lífssýn og hætt þessu þvættingi einhvern veginn að vera að reyna einhvern veginn að vera eitthvað annað en bara alvöru Skandinavar. Einn liður í þessu að margir Íslendingar vilja frekar vera svona sambland af norrænum mönnum og keltum, að okkar menning sé sjálfstæð menning en ekki hluti af Norðurlöndunum eða Skandinavíu. Benni, hvað er þú í þessu? Þú ert búin að vera að skoða svona gamlar sögur og hvað Íslendingasögurnar. Þetta er náttúrulega, ég er svolítið vanhæfur í þessu umræði því ég er að skrifa sjónvarpsseríu sem heitir Danska konan. Hún verður með konu sem kemur til Íslands og kennir Íslendingum að haga sér eins og norrænir borgarar eiga að haga sér. Og hún Gerist hvenær? Hún er með Jesúkomplex en er samt siðblind. En það er önnur saga. Ég ætla líka að minnast á... Er það konan hann á Babett gestibúð sem kemur hingað? Já, þetta er eiginlega svoleiðis kona, nema bara, hún er svolítið siðblind. En allavega, þetta er ekki hjónabandum, ég ætla bara að taka það fram. Fólk fær alltaf hroll þegar ég segi ég ætla að gera dönsku konuna og halda ég sé að fara að skrifa fyrirhundandi hjónaband mitt, en það er ekki þannig. Þetta er fantasía. Charlotte reyndar fékkst ekki til að leika hana, ég grátbaði hana það, en það verður ekki. En ég ætla líka að bæta þessu við samvinnuhreyfingin. Danir eru nefnilega samvinnumenn og andelsbevegelsen kemur til okkar frá þeim og við getum alltaf verið að þakka þeim, en við getum bara borið saman ef við hefðum verið undir Bretum, sem er kannski næsta nýlendu þjóð, sem við hefðum alveg geta orðið undir ef þeir hefðu haft áhuga á og við getum alveg séð í hendi okkar hvernig stað okkar hefði verið það. Við hefðum aldrei fengið handritin heim, þau væru bara British Museum, sko. Og þá getum við líka sagt takk fyrir handskriftinni. En ég held að þessi komplex sem þú ert að minnast á Ameríka, Skandinavía, ég veit það ekki, þú veist, hver er narratífan okkur, þú veist, og hún auðvitað skiptir máli. Mér finnst að við eigum að halla okkur aftur tilbaka og viðurkenna við erum bara Evrópumenn, við erum bara Norðurlandabúar, við erum Skandinavíar, við erum það, kannski keltar líka en hætta þessu amerísku sleikjuskap. En það er ekkert gott komið frá Ameríku nema 12-sporakerfið. Það er það sem við getum þakkað Ameríkumönnum. Og rappið, eða ekki? Rappið. Ég ætla ekki bara að þakka þeim neitt strax, neitt rosalega mikið fyrir það, sko. Það er einhvern veginn bara leið til þess að tjá sig, skilur, en En sko, Benni, Þorgerður Brák þú skrifaði það? Nei, það var Egils saga sem það heit Mr. Skallagrímsson. Svo heitir hún Brynhildur Guðjónsdóttir sem gerði einleik sem heit Brák. En af því að við komum inn á þetta sem er hluti af svona pólitík valdamanna sem er náttúrulega að drottna og deila, þá náttúrulega voru Írar, þeir voru ekki hvítir í augum ráðastéttarinnar í Bretlandi og það smita svolítið á Íslendinga. Ég meina, no dogs, no blacks, no Irish sem er mjög þekkt sem hétt á skiltum í Bretlandi og meðal anglosaksa í Bandaríkjunum að hundar, svertingar og Írar, þetta var sama sósan. Við erum miklu írskari, ekki bara genalega séð, heldur menningarlega séð. Og það sem kemur rosa vel fram í leikritinu Þorgerði Brák sem ól Egil, ekki satt? Það kemur mjög fram að, ég meina, okkar öflugasti, fallegasti kveðskapurinn í Íslendingasögunum, það er frá Agli sem er alinn upp að írskum þræl. Og ég meina, og þú sér það svo greinilega og það er ekkert verið að hampa því, en ég meina þeir sem að þekkja til, pappi minn náttúrulega íslensku fræðingur og búinn að krúska og kafa í allar þessar bækur, þess byggum við í Danmörku út af því að það voru handrit sem var verið að rannsaka út á Ottostofnunni í Kaupmannahöfn. Þannig að ég er bara að fara með þetta, með honum gegnum þetta, að þú veist eins og til dæmis sko hættirnir á kveðskapnum, þetta eru oftar en ekki írskt sko, keltneskt og ég meina, og bara þetta eins og svona torrek það er keltneskt orð, en þegar við erum að vera sjálfstæð og byggja upp okkar sjálfsmynd, þá er allt þetta írska trampa niður og þá erum við komin í svona algjöran
einhvern svona himlerískan rungklúbb yfir einhvern svona aríum ljósarðum og bláum og írski parturinn er stappað niður. Ég held við séum miklu írskari og erum að komast betur og betur að því heldur en að Já, ég held að sé alveg rétt hjá þér og þetta er í rauninni orðin meginstraumskenning í dag írska skáldaskólann. Það voru beinlega skáldaskólar á Írlandi og það hefur stundum verið sagt þegar svona gerist að kúltúrinn verður er þrælana, tungumálið er herrana. Það segir mér ameríska menningu. Amerísk menning menningin er svartamannsins en tungumálið er herrans. Og Íslandi hafi eitthvað svipa gerst. Það hefur rauninni kúltúrin verið gelískur á einhvern hátt. En tungumálið var herrans. Og til dæmis í kímnigáfa, kímni Íslendinga, hún passar, mér finnst hún oftar en ekki vera mjög mikið á línu með sem sagt þjóðum sem sagt Bretlandseyja, sem sagt Írum og Skotum og Englendingum og Walesbúum. Þetta eru landnámskyn, en svo náttúrulega ekki gleyma því að við erum þrælasamfélag, við byrjum þetta sem þrælasamfélag. Fyrsta frásögnin af Íslandi í landnámi saga af þrælauppreisn sem kveðið niður og fjöldamorð á þrælum og ein réttlát þrælauppreisn. Ég man bara hvernig þessi saga var sögð manni í barnaskóla, þetta var alltaf svona sympatí með Hjörleifur og Hjörleifur dó og þrælarnir og svo bara fór Ingólfur og hann bara draf það og hann var svo góður. Skilur maður sér ekki þetta er fólk sem ánauðugt, það tekið, það verið að kúa það og nauðga það nær að drepa þennan helvítis fávita og koma sér burt og fer út í Vestmannaeyjar og þá kemur hinn fáviti og drepur það. Þetta er eins ömuleg saga frábæra þrælauppreisn sem endar illa og þetta er okkar stóra landnám og við reisum styttu af morðingjanum en ekkert af þrælunum. Ég meina, þú veist. Það er að taka þess styttu og brjóta hana niður, að sjálfsögðu. Nei, það var nýja styttu. Brjóta hana niður. Taka hana og brjóta hana niður. Auðvitað á brjóta svona styttu niður. Þetta er viðbjóður hana. Er ekki stytta af Napóleon hérna í Vínarborg hjá þér? Ég sé enga stytta af Adolf Hitler og var hann þá austrískur. Það er alltaf sagt að þeir eru kultúrel austurríkismenn og þeir brutu ekki styttuna niður af Napóleon því þeir voru svo kultúrel. Já, maður komin þetta æstuð. Napóleon var alltaf sósíalisti og var fyrsti maður sem vildi að börn lærðu að lesa í skólum og var fyrsti maður sem sagði að þó að pabbiðinn sé þetta þá þarf ekki að vera það. Þú veist, Napóleon var byltingarsinni, menn bera nú almenna virðingu fyrir Napóleon hér í Evrópu ennþá. Já. Ég verð að segja eitt með þetta, því að þetta mér finnst þetta mjög áhægt sem voru að koma inn á, þegar þeir eru að tala að íslenska menningin sé einhvers konar mix af þessari keltnesku og þessari írsku og ég meina það er kannski það sem að gleymdist eins og þegar við byrjum að tala þessa nýfrjálshyggju, það er bara slökkt á því að eitthvað annað skiptir máli heldur en Excel-skjalið og menn áttu bara að vera að hamstra peninga og nota þá einhvern veginn. Við vorum að tala að það hefði verið einhver pæling einhver umræða og einhver leita, einhver samfélag sem hefði einhver aðra vít heldur en peningalega og kannski það sem kannski út af því að fókusinn fór af þessu og hefur kannski ekki komið tilbaka og menn ennþá að eitthvað vælundan listamannlegum eða hvað er það með það við höfum kannski ekki átt okkar á því að sjálfstæðið okkar í raun fólkið að taka almennilega utan þessa menningu sem þessi bræðingur og þessi orka í menningunni sem við erum og skilja almennilega þar liggur okkar sjálfstöð og finna það dálítið í því í staðinn fyrir að reyna einhvern veginn að vinna hinn í fótbolta eða eitthvað, skilur. Já, en þetta er líka munurinn á svona þjóðernissöngvum. Ég er mikill föðurlandsvinur. Ég tek Ísland mjög hátíðlega, eða miðað við allavega marga. En stoltið sem ég set í þetta er bara eins og þegar okkar öflugasti sósíalisti Jóhannes úr Kötlum, þegar hann semur náttúrulega bara það sem ætti að vera þjóðsöngur Íslands, sem er landmins föður, það er ekkert runk í gangi. Það er bara að tala um tunguna, það er að tala um ljóðin, tala um náttúruna og norðurljósin bara. Þetta er það sem að gerir okkur að Íslendingum og
ég myndi segja að spila stóra rull í því hvað í okkar svona föðurlandsást, sko, að þetta voru allt sósíalistar, þessi hægri apar, þeir hafa aldrei getað skrifa fucking, eina braghendur bara þótt þið væri, sko, á öllum listamannlaunum í heimi, sko. Öll þjóðernislög Íslendinga, þjóðernisóðar, þeir eru skrifar á sósíalist. Það eru okkar helstu skáldskilur, en þetta var heldur aldrei verið þetta hátíðlegt, þeir hafa ekki getað skrifað líka eitthvað það sem hafa rifið niður, af því að það má ekki neitt vera það hátíðlegt að menn byrja að hæla, sko. Ég verð að skjóta stutt inn, af því ég var að sjá það líka, af því ég var að hugsa daginn, einhvern veginn, af því mér fannst ég líka vera rosalega mikið þjóðernissinni og það er eitthvað, má ekki vera svoleiðis, en ég það samt og það er ekki kannski alveg með sömu forsendum, en ég var að fatta þetta eins og þú ert að segja með þessi skömmnu skáld það að það í raun og veru rangt einhvern veginn að hugsa sem svo að við erum Íslendingar og við eigum þetta land. Þetta ekki þannig. Þetta land á okkur, skilur. Þannig að það svona meira spurning að gefa sig á vald þess að vera hér, skilur, í staðinn fyrir að reyna einhvern veginn að brjóta það undir okkur. Hvað er munin og hugarfarinu? Algjörlega, ekki spurninga, því að þjóðernisöngvar eins og Rule Britannia, Rule over the Waves, og þeir munu aldrei vera stýrt af þrælum, Deutschland über alles, þetta ekki það sama eins og þegar Jóhannes og Kötlum að tala bara æjum lengi, ung og frjáls undir norðurljósum. Þetta svo langt, það má nefnilega, að menn verða að fatta ástæður fyrir að ég tengi svo skýrt við þetta, að því að verandi sko massur anti-imperialisti, þá sé ég hvernig föðurlandsvinir í Suður-Ameríku setja þetta upp og það ekki föðurlandsást sem snýst það að þurfa að tróða sinni föðurlandsást upp á aðra þjóðir. Það er stóri munurinn, að þykja vænt náttúruna á landi sitt og tungumálinu sitt og menningarna sinna, það er alveg svart og hvítt yfir í að vera eitthvað fáiði sem að vill veifa fánanum stanslaust, endalaust og halda útlendingum í burtu og allt þetta. Fyrir mér er þetta ólíkt, sko. Ég þetta komið með vísindalega þjóðernisstefnu sem ég langar að innleiða. Hún er byggð á vísindalegum rökum. Og hún er svona, sko, við hefjum okkar göngu hérna 80.000 manns og 60% kvennanna voru að keltneskum og baltneskum rótum og 40% mannanna. Þetta er fjölþjóðlegt samfélag, herrar og þrælar. Og það vitað sem sagt að rannsóknum íslenska erfðagreiningar að erfðafræðilegur fjölbreytileiki þessara landnámskynslóðar nokkuð ljós. Menn finna það í gröfum og menn geta skoða hver hann er. Og svo geta menn borið þetta spektrum saman við erfðafræðilegan fjölbreytileika okkur í dag. Þá kemur í ljós, svolítið skrítið. Við erum ekki sama fólkið. Og þeir eru mjög hissa á þessu. Vegna þess að ef þú tekur þessar grafir frá 900 og 800 á Írlandi og berðar saman með erfðafræðilegan fjölbreytileika Íra í dag, þá þetta sama fólkið. Og það er líka eins. Það er bara að tala, Daninn að reyna að þagga niður í mér hérna, hálfbönin. Og það er líka þannig á Bretlandi. Þetta er sama fólkið. Þá, fyrir 1000 árum og nú, en ekki á Íslandi. Og hvað gerðist? Við fengum svona erfðafræðilegan flöskuhald tvisvar sinnum, við vorum skorið niður í 20.000. Tvisvar sinnum, þannig að afkomendur okkar í dag eru bara afkomendur þessara 20% af þessum 20% sem lifðu af. Það er að segja, við erum miklu minni og annar erfðafræðilegu fjölbreytilegur bak. Það má líka svo til Íslands hafi komið skógur af eikum og öspum og reynitrjám og birki og alls konar plöntum. Og þetta fólk, þessi kynslóð, fyrsti skógur, gerði öll stóru kraftaverkin, Íslendingasögurnar og allt saman. Svo kom náttúran og skar þetta niður og eftir bara birki og víðir. Og það Má ég að spyrja eitt, Benni, en ekki þannig að það var meiri hlutfall kelta í upphæfi heldur en núna og ástæðan var sú að keltarnir voru lágstéttin og í hungursneyðum eins og til dæmis Sturlungaöld og öðrum tíma, þá var þetta fólk bara dó af vanrækslu og hungri og þess vegna erum við orðin raunverulega frekar komnir af herraþjóðinni heldur en þrælaþjóðinni. Já, ég veit ekki hver við erum, kannski voru þeir sterkari, en niðurstaðan er þessi, ef við ætlum að verða great again, if we are going to be great again, þá þurfum við að bjóða fleira fólki og eignast með því börn og búa til fleiri Íslendinga með meiri erfðafræðilegan fjölbreytileika. Ef við ætlum að nálgast kvalitetið, hæfileikana í landnámskynslóðinni og gullöldinni, þá verðum við að fjölga fólki af ólíkum uppruna
og mæjaslíða. Já. Og þetta er mjög góð punktur, sko, ég kem náttúrulega af Ströndum, í föðurættina, pabbi báðar ættir af Ströndum, og þar var rosa mikið mixað genunum þar. Og þú veist, eins og ég hef sagt, sko, þetta nef er ekkert úr IKEA, sko. Og þegar pabbi hefur verið með Indíunum í Kanada, þá spurði hann náttúrulega bara, what kind of Indian are you? Því hann með biksvart hár, þú veist, hákinnbin, það er ekki nein IKEA, það er ekkert IKEA look á honum, sko. Þannig að ég er alveg sammála þessu. Það er að gera, mix þetta bara alveg í þvílíka gena veislu, sko. En Erpur, segðu mér, Erpur, varstu alveg upp við sósíalist? Er pabbiðin sósíalist? Kosmosið og sjá hver grípir. Já. Erpur, er pabbiðin sósíalist? Ertu alveg upp við sósíalisma og hefur alla tíð verið sósíalisti? Já. Pabbi er svona grjótharður, gamla þú veist, eins og ég segi, hann er á Ströndum, þannig að sýslumenn og prestar fóru ekki mikið þangað, þannig að þetta er mikill anarkismi. En pabbi hefur alltaf verið mjög réttlæti, hefur alltaf skipt mjög miklu máli og sömuleiðis með mömmu náttúrulega. Þið ekki væntum þetta, ég spyr. Sama skapi, þá er þetta, já. Þið ekki væntum þetta, ég spyr að því að það hefur komið fram að Benni, að hann er alveg upp við harðan sósíalisma, en honum þykir ekki væntum það, hann er alltaf að reyna að slíta sig frá því. Jó. Já. Nei, ég meina, þú veist, alveg eins og ég viðurkenni að Danir er eins og móðir mín, þá náttúrulega er faðir minn sósíalisminn líka, skilur. Mars sko, heima hjá mér það var stór mynd af Mao Zedong, hérna, og Víetnam sigrar. Þetta var myndlistin heima hjá mér. En ég ætla þakka fyrir, ég verð að rjúka og Eyvindur þakka fyrir, ég byrði að heilsa pappa þínum og systurðinu og ekki segja þeim hvar við hittumst fyrst. Nei. Og nú kemur sagan. Já, ég ætla ekki að verða vitni því allavega. Hann passaði að loka á það færi. Já, okay. Ég verð að rjúka klukkan 7. Okay. Og þá kemur að því að Erpur segir okkur frá því hvernig hann og Benedikt Erlingsson hittust fyrst. Bara snitches get stitches. Nei, málið er sko, já, við tengjumst og þekkjumst, sko. En sko, mamma er náttúrulega fyrir kirkju og svona og hún tengjum, sko, eins og margir, það er mjög, ég er alveg svona í seinni tíð, ég er alltaf verið trúleysingi, en svo í seinni tíð þá er maður búin að fatta þetta sem að, Noam Chomsky í COVID, ég er búin að hlusta á alla fyrirlestra Noam Chomsky. Og þá er hann spurður eitthvað út í þetta með trúleysið og hann segir bara, ég er kannski trúleysingi en þú veist, mér er alveg sama hvað þú ert svo lengi, bara ég vil bara sjá hvað þú gerir. Og ef þú ert kristinn og ert góð manneskja og gerir frábæra hluti fyrir aðra sjálfa þig og ef þú ert múslimi og gerir það sama, þá skiptir það í raun engu máli, sko. Og það hefur verið sterk hreyfing, skilurðu, í kristni, ekki alltaf í kirkjunni, kirkjan er aukaatriði. Kirkjan er bara apparat sem er byggt yfir draslið. Mamma hefur alltaf verið mikill réttlæti sinni og sósíalisti. Pabbi náttúrulega er vestfjarðagóði ásatrúarfélagsins og finnur þetta og tengir þetta ekkert við það í sjálfu sér, en það hefur alltaf verið mikil áhersla á að rétt skal vera rétt í öllu samhengi og ég kem náttúrulega af sko, fólki sem þú ert að vinna fyrir sínu. Það er ekki til neitt sem heitir silfuskeið. Ég veit ekki, þú ert að fara rosa langt tilbaka til að mögulega finna einhverja tengingu við eitthvað fólk sem fæðist með silfurausi í raskatinu, sko. Þannig að það hefur alltaf verið lögð áhersla á það í öllu samhengi og líka í alþjóðlegu samhengi. Það er ekki nóg að vera, þú veist, það er ekki nóg að vera róttök og krati. Ef þú ert ekki andheimsóttasinni, þá ertu ekki búin að klára hringinn. Þú getur ekki bara verið að hugsa allir hafa það gott í þínu hverfi, eða í þínum bæ, eða þinni borg, eða í þínu landi, eða þinni heimsálfu, eða þínu efnahagssambandi. Þú veist, það er margt sem er gott í Evrópusambandinu, meðan það geta neitað því, en mér langar að þetta sé að við föttum að þetta er allan heimurinn, skilur. Þannig að þetta hefur líka verið sterkt, þannig að það var líka Víetnam sigrar upp á vegg heima á mér, sko. Andheimsótta sem er barátta, skilur. Þú leggur svolítið áherslu á að sé svona
svona andlegur grunnur í sósíalismanum, hann sé byggður upp á svona manngildishugmynd og öðru slíku, ekki bara einhverju Excel-skjali. Nei, alls ekki, og ég meina, og þú veist, og það er aldrei, og svo er einhverju svona hirðskrýbendar sjálfstæðisflokksins að skrifa söguna þannig að allir sósíalistar á Íslandi hafi verið stalinistar og einhverju geðsjúklingar, sko, og þú veist, og verstu stalinistar, þeir voru einmitt tveir sem svissu, eins og Kópavogsbúinn okkar Arnór Hannibalsson, hann var harðasti, geðbilegasti stalinistar af þeim öllu. Svo leið og hann hættir þessu rugli, þá byrjar hann að dæma bara, fólk sem bara vildi bara herinn úr landi, það var bara stalinistar, skilurðu. Þannig að þetta var alltaf mjög skýrt með mér, eins og pabbi hefur náttúrulega mikla tengingar við Finnland. Og ég meina, pabbi hefur alltaf sagt, þegar pabbi hefur að segja mann frá sögunni, pabbi er náttúrulega rosa mikið í sagfræðinni að þú veist, ef Sovétríkin ráðast á lítið landi svo Finnland og ætla að taka yfir landsvæði, Karelíu og þetta, þá náttúrulega er Finnland í rétti. Þú veist, en þú þurftur að vera rosalega harður stalinisti til að finnast það í lagi að Sovétríkin ráðast á Finnland og taka undir sér svæði. Þú veist, en svo náttúrulega maður tala um það að framhaldsstríðið í Finnlandi var náttúrulega alveg algjör, það var bara Mannerheim í einhverjum heimsveldisfantasíum í samstarfi við Hitler. En fyrra stríðið, það sem raun og veru bara reka Rauða herinn út úr Finnlandi, það var fullkomlega réttlætanlegt, sko. Þannig að heima mér hefur þetta aldrei verið, það var aldrei verið eitthvað kreddurugl. Þú veist, það hefur alltaf verið mjög heilbrigður sósíalismi, ekki, og alltaf svo mikil anarkismi í þessu, því að þetta verður alltaf að vera lýðræðislegt. Þú veist, ég meina, ég er rosa mikið á Kropotkin-línunni, og hef alltaf verið, síðan var úlingur. Þú veist, og kannski einhver sem veit ekki alveg hvað það er, en það nú svona anarkistarnir sem að ná sko Barcelona og gera eina anarkíska, sem alltaf sósíalist anarkist, þetta var anarkismi með ábyrgð á samfélaginu. Þú veist, mér veist ekki nóg, þú veist, ef við förum frá hægri til vinstri, ok, lengst til hægri ertu með nokkur örfá einangrunarfyrirtæki sem éta upp alla samkeppni. Ok, svo til hliðar við það, þá ertu kannski með einhvers svona reguleitaðan kapitalisma. Og svo kannski til hliðar við það, þá ertu kannski með ríkiskapitalisma eins og í Kína. Það sem að kapitalismi með að djöflast en ríkið lætur alltaf vita að þeir hegða sér ekki. Og síðan ferðu kannski yfir í svona ríkissósíalisma sem að er að sjálfsögðu skárri en allt hittraslið. En ég myndi alltaf vilja fara lengra, þannig að þetta séu samvinnuhreyfing, þetta séu verkamannastýrð fyrirtæki, og þá ertu komin í sko rauðan anarkisma. Þú veist, þannig að og þetta hefur alltaf verið, pabbi hefur alltaf talað upphaf til dæmis samvinnuhreyfingarinnar í mjög jákvæðu ljósi, svo náttúrulega fer þetta allt í ræsið út af spillingu, en samvinnuhreyfingin til dæmis í upphafi var bara frábær, sko. Þannig að fattu hvað ég meina að svona kreddu kommandót, sko, ég hef aldrei tengt við þetta og aldrei verið þalinn alveg upp, sko. Sko, ég verð að segja eitt varðandi svona sósíalista tala, því ég veit að mikið svoleiðis í kringum Gunnar til dæmis, sko, ég er hugbúnaðar sérfræðingur, ég hef lært ég er með gráðu í hugbúnaðarfræði og ég hef unnið við það í bankakerfinu að koma að gera. Þú veist, það var eitthvað skuldabréfakerfi RB sem var bara eitthvað ónýtt, skilur, og það þurfti bara einhvern veginn að gera nýtt og svona. En það var ekki ónýtt að því leiti að, þú veist, það var ekki alveg að gera það sem það átti að gera, það var að gera eitthvað, en svo þetta að gera eitthvað nýtt og svona. Mér finnst aldrei svona eins og með, bara punkt, ég er ekki að dæma neitt svona, ég bara kem svona með punkt sem hugbúnaðarsérfræðingur. Er að þegar maður er núna á tímapunkti sem maður dálítið svona þarf að re-engineera sósíalíska hugmyndafræði inn í nýja tíma og þetta nýja tækifæri sem í gangi. Það tækifæri núna eftir að nýfrjálshyggjan farin, þannig að það þarf að koma með, þú veist, koma inn í þetta með eitthvað sem að virkar, skilur, fyrir þessa nýju tíma. Og þetta er redesign, það er það. Þetta er bara frá hugbúnaðarsíðu, þetta er bara það þarf að endurhanna þetta kerfi. Og þá þarf að kíkja, þú veist, ok, gamla kerfið, þú veist, er eitthvað notæft þar? Auðvitað, þar eru komponentarnir, skilur, þannig að það þarf að rannsaka þessa komponenta, finna þessa komponenta. En það þarf að losna við sko einhvern veginn sko, losna við þá hugmynd að þú sért ennþá að vinna í sama strúktúr. Ég veit ekki alveg hvort þið áttið þetta hvað þið vegna þess að það verið að breyta kannski aðeins
hvernig haldið utan þessar komponentur sem virka til þess að ná fram samt alveg sambærilegri niðurstöðu, skilur. Af því að það sem var til dæmis, það sem var alltaf gallinn í þessari útfærslu burtséð frá því að þetta voru allt saman, mjög mikið af viðbjóðslegu fólki eins og Stalín og svona, var í raun og veru hugmyndin að forsjárhyggja gæti virka, að þú getur ákveðið einhvers staðar, hvað fólk vill, sko, hlutir þar voru ekki alveg eins og myndu gera, þannig að ég vildi bara nefna þetta, af því að þið voru aðeins að tala um þennan gamla sterka sósíalisma og hvernig fólk að rísa upp aftur, einmitt þetta, það þarf dálítið svona að vera dálítið sjá svona hvað það sem við viljum koma inn með, hverju þarf að breyta, en aðeins hugsa þetta þannig að það ekki verið að koma með eitthvað gamalt inn, það verið að koma með nýtt inn. Við orðum það þannig að við þurfum að endurfæða sósíalismann í okkar tíma. Akkurat. Mikki, þú ætlar að fara að taka orðið? Já, ég ætla bara að segja með þetta áhugavert það sem að Erpur var að segja með, bæði með, þegar þú varst að byrja með manngildi, en líka áður með, skáldin og við erum með eitthvað sögu þar sem að við erum með Jónas og Kötlum og svona þessar sósíalista sem voru, sko, okkar stóru höfundar, okkar stóru skáld og það líka vegna þess að þarf þetta, ég held að þurfi, sko, til að geta verið raunverulega þjóðernissinni og þá á ég ekki við þjóðernissinni eins og við höfum verið að tala um Anders Fogh Rasmussen eða Dansk Folkeparti eða FPÖ hérna í Austurríki sem eru svona nýnasistar og ruglukollar. Það sem þykir raunverulega vænt fólki sem býr í samfélaginu þínu. Það getur vel verið að þú hafið ágætt. Eins og ég, það eru mörg ár síðan ég var blankur rithöfundur á Bræðraborgarstíg og flutti til Danmerkur og hafði eitthvað aðeins betra þar og það eru mjög mörg ár síðan það var og ég hefði alveg ágætt. En að maður hafi þetta manngildi sem að vilja öllum líði vel og auðvitað finnur það í skáldskap. Auðvitað myndi alltaf finna það, bara raunverulega. Það er alveg til eitthvað sem heitir entertainment, eins og Erpur Eyvindarsson konungur rapsins á Íslandi. Og það líka því að alltaf eitthvað hjarta, þó þessi entertainment, en svo við höfum rosalega mikið núna til dæmis að ég mjög mikill áhugamaður raptónlist, þá höfum við alveg sem alveg rosalega entertainment, en vantar ræturnar í að þú getur verið að búa til eitthvað sem sé, þú veist, fólk getur enda hlustað á bara fyrstu plötu Rottálfhunda, það er að því að hjarta í henni. Alveg þú getur enda að lesa Jóhannes Kötlum, að því að hjarta í honum, en sumt bara drast vegna þess að vantar manngildi. Og hérna við sérstaklega tala um texta, skilu, auðvitað, þú veist, er að láta hlusta á sko tónlistana sjálfa og hún lítur einhverjum öðrum lögmálum sem ég er ekki tónlistarmaður en ég er ekki inn í en varðandi þessa texta að hafa það, þetta getur ekki sko, þú getur ekki fundið einhvern í dómsmálaráðuneyti þess fólk sem það rekur og beðið hann að semja þetta. Þú getur ekki fundið það í hægrænu. Þú getur bara ekki fundið þessa póesíu þar sem raunverulega elskar fólkið og þá myndu elska sem þjóðernissinni jafn mikið útlendingin sem hefur ekki eins og kosningarétt á Íslandi og þú veist eitthvað sem að bjó á Langholtsveginu við hliðina þér þegar þú varst krakki þegar það var allt annað samfélag. Af því að þá hefur þetta manngildi sem að sko skáldin höfðu. Og þetta held ég að sé sko alveg ótrúlegu lykill. Og mikilvægt, þetta er mikilvægt fyrir mig sko að ég er maður að spá í þessu. Mér finnst einmitt mjög áhugavert að þú kemur með þessu umræðu og ég held að þetta snertir rosa, af því að ég hef mjög mikinn áhuga af því ég er þjóðernissinni og líka áhuga af því hvar þú finnur því snertiflöt og í raun og veru leyfi til þess að vera þjóðernissinni eins og þetta segja mikið með sko, hvernig þú stillir af að fá dálítið að taka utan um þína án þess að vera einhvern veginn að dæma aðra sko. Og þá finnst mér akkurat eins og líka bara þessi leið okkar til sjálfstæðis og verða þjóð meðal þjóða. Mér finnst þetta ekkert, við erum ekkert komin einhvern veginn á áfangastað finnst mér finnst þetta að vera enda á leiðin og mér finnst þetta að vera pínlítið þannig að þetta, við vorum mjög áhugaverðir unglingar og erum það kannski að hluta til en það er alveg rétt eins og segir mikið, það er eins og mér langar í eitthvað nýtt gött núna og kannski kemur það út af því að núna erum við að fara kannski inn í kreppu og það verður bara eitthvað hræðilegt og fólk fara kannski dálítið í andlitið að það er eitthvað sem þarf að taka á
og kannski kemur aftur eitthvað gött, skilur, og það kemur inn í listirna meira þessi undiraldar sem byrjuð í verkalýðshreyfingunum og fólkinu sem En hún verður að fara að koma hratt, þannig að mála það, ég búin að hugsa rosalega mikið þetta sem bara róttækni í listum og svona róttækni og það í rauninni þannig að ef þú talar við það hefur alltaf, þegar ég var alls upp, þá náði maður svona í raskandi, ég náði að vera með þessi punkklubsveit sem minipunks, þar sem maður var svona fuck the system og það þótti ákveðið svona coolness að standa fyrir utan. Núna, og ég alhafa einhver leyti, en draumar ofboðslega mikið af því listafólki sem kemur fram í dag að vera elskað og dáð, ekki að vera róttækt, ekki að vera að koma með nýjar hugmyndir, ekki að skora á viðtekin gildi. Það ekki í gangi counter revolution á meðal listamanna, bara næstu bara ekki í þú veist, við erum meira sem með amerísku rapparana sem vilja líka bara verða ríkir og margir voru að stilla sér upp bara með Trump fyrir kosningar að þeir studdu hana því hann vildi lækka skatta fyrir hennar ríku. Þannig að það aftur með Lil Wayne og fleiri sem voru bara það. Og við erum með herran Hnetusmjör sem frábær rappari en hann ekki róttækur. Hann hefur engan menningarlegan grunn. Hann bara að vinna fyrir ólís og hagkaup og við gengum í gegnum óbúslega sársökufullt skeið þar sem að með þess að Bubbi Morthens var farin að auglýsa fyrir hagkaup og við mistum rosalega mikið róttækni, við veitum öll vera bara rík og elsku og dáð og getum við selt katalógin til sjóa og bara komist inn í þetta kerfið og þessa peninga og getum eignast meira og meira, getum verið meiri business og meiri, en hvað róttækin, hvað verið að skora á okkur, líka bara gildu okkar og jafnvel, og þetta líka, og þetta vandamáli líka pólitískur réttrúnaður, að það minna umbrunandi fyrir að gera mistök í þessu, segja heimskulega hluti, ganga of langt. Þetta eins og þegar maður var miklu róttækari yngri, þegar ég var bæði að skrifa bók eins og Falskur fugl eða Ritstýra djefa, þá auðvitað gekk maður oft of langt. Það partur að vera róttækur, en maður hafði einhvern veginn líka traust samfélagsins, og kemur allt samfélag inn í, sem að listamenn þurfa líka að treysta. Maður hafði, þetta eins og bara, það hefur verið krafa það að erpur og rottvæli séu bara ekki að spila nokkurn tímann af því að þú getur fundið kvenfyrirlitningu og eitthvað í textunum. Af því að það má ekki gera mistök, þú mátt ekki ganga langt. En róttækni, og þetta verður rosalega mikilvægt á næsta árum, að við leyfum okkur að vera róttæk og séum tilbúin til að challengera gildin. En í augnablikinu núna, þá erum við að tala bara, við erum að stefna í rithöfundasamband sem miklu líkara því sem Bulgakov að gera grín af í meistarana Margarita, heldur nokkuð tímann það sem það var á tímunum mannana sem stofnuðu það. Við erum miklu nær því. Við erum með Snorra Ásmundsson sem að gagnrýna það, að maður í nefnd listamannalauna, þegar úr nefndinni eftir 3 ár, þá fær hann listamannalaun. Við erum að tala það að stjórn Rithöfundasamband Íslands skipar nefndina sem að gefur skáldunum rithöfundalaunin. Við erum að tala kerfi sem hefur bara orðið spilt og róttækni. Það var ekki fræðilega mögulega að gæti varla komið fram höfundur eins og meira þess að Hallgrímur Helgason var rosalega róttækur. Skilur, hann var að skrifa greinar sem hann var að vaða í skáldinu og það var raunverulega róttækni í gangi. Og við erum núna bara með, mesta róttæknin var Steinar Bragi fyrir síðustu jól í skáldskapnum, skilur sem þorði allavega að segja eitthvað í viðtölum og vera bara frjáls, að hann taldi sig einhvern veginn geta gert mistök og þetta bara vantar. Það vantar rosalega róttækni og hér held ég að sósíalisminn það hefur alltaf verið manngildistefna og í manngildinu felst róttækni og við getum skorað á þau gildi sem við höfum og það eins og bara eins og það hefur búið að ræða oft það ekkert sjálfsagt að bara mörg prósent landsins hafi ekki svona kosningarétt eða réttindi á meðal að helmingur fólks í Eflingu getur ekki kosið í næstu kosningu. Já, ég verð að koma inn á þetta af því að ég svo sammála alveg eins og að tala það að augun séu spegill sálarinnar. Þá finnst mér bara menningin vera spegill þjóðarinnar. Hvað það sem menningin að sjá? Hvað það sem mann að rótu og reyna að koma fyrir augu okkur, skilur? Og ég alveg, set bara spurningamerki á þess að þekki þetta rosalega vel, bara hvað erum við að sjá í þessum menningarspegli núna? Hvað í þessum spegli?
Já, þetta er góð punktur. Þetta er svona eins og ég talaði að þegar rapparar eru að flassa einhverju sem eiga, vera sem sagt efnislegum hlutum, þá var það alltaf, því nú ég búin að vera bara í rappinu sem ég var krakkaskratti, þá voru það gæjar sem komu þar sem ekkert var til og þeir eignast síðan kannski einn bíl eða eitthvað keðjur og flassa því og þá var það svona, já, þetta gerði ég og ég kem úr engu. En þetta byrjaði sem mokkir í samt. Fyrst voru þetta, þá voru þau bara að mokka þetta, skilur. Já, en sérðu til mig sem svo núna, það að flassa ykkur sem þú búin að hafa mjög mikið fyrir, eða flassa ykkur sem að þú fækst gefins frá pappa einum að því að hann á kvóta til dæmis. Og það er rappar, það er til dæmis, núna eru bara rapparar kvótakrakkar sem eru með þvílíka einhverja Louis Vuitton, trefla og drasl sem bara mamma er að gafa þeim. Og þeir keyra með einhverju bimma sem pappi er að gafa þeim og þeir sýna þetta í myndböndunum og það er orðið svo stór hluti af menningunni að flassa, að flassa efnislegum dýrum hluti. Nú nefnir ég svolítið mikið rappið sem dæmi. Þetta er bara íslenska sálin í dag. Íslensk sál í dag. Það er það sem við sjáum í menningunni. Þetta er það sem við sjáum. Ég myndi segja að mitt svar sé allan daginn þarna. Að í raun og veru þetta er holt að innan. Þetta er alveg holt að innan. Þú veist. Þetta er af því að sál, efnisleg gæði, og það er mjög mikilvægt með fattið það, dýpt sálarinnar er endalaus, efnislega gild, efnið er bara ákveðið mikið, það er bara ákveðið mikið efni, við getum ekki orðið rík, skilur öll af efnislegum gæðum, en við getum öll verið forrík af andlegum gæðum, og þar er náttúrulega komin að sálinni, skilur að ná dýpt í hlutum og í listum, og að menn taki eftir því og finnst það merkilegt og hefur ef það er í dag þannig að raða upp rík dýrum hlutum og þá fær það athygli út af það finnst mér vera mjög gott dæmi að sálin sé bara, hún er að holast, skilur, hún er að holast. Herðu, strákar, má ég spyrja ykkur að einu svona... Já, en ég held samt að... Má ég aðeins spyrja ykkur að einu í lokin, því vitið að ég er hérna með rauðaborðu og ég sit hérna klukkutíma á hverjum degi og tala við fólk og það sem að mér fannst áhugaverðast núna í vikunni, ég var að tala við Viljám Árnason heimspeking og við vorum að tala svona breytingarnar sem eru orðið á síðustu öld, hvernig var þetta byggja upp almannatryggingar og verkamannabústaði, almennt heilbrigðiskerfi og menntakerfi og 8 stunda vinnudag og veikindarétt og atvinnuleysisbætur og sumarleyfi og þetta byggðist allt upp og svo kannski svona upp úr miðri síðustu öld að þá svona hægir á þessari breytingu og það er svona lítið að vera og þegar það er krafa breytingar í samfélaginu í dag að þá er kannski þrýstingurinn ekki svo mikill og hann sagði eitthvað í þá veru að kannski er það þannig að baráttan upp á lífs og dauða sem að var áður hún er ekki eins almenn núna og meðan hann var að segja þetta þá sá maður fyrir sér svona samfélag sem við leggjum að staða kannski yfirstéttin er einhver 5% og svo einhver 15% tjóna henni og 80% hefur það bara skýtt og við förum á berjumst og vinnum alls konar réttindi og svo þegar það er komið þannig að það er svona 70% eru byrjað að hafa það þokkalegt það eru bara 30% sem hafa það ennþá skýtt að þá svona hægir svolítið á þessu og við hættum að láta þetta skipta máli og við ákveðum bara að fela þessi 30% og svo eins og Mikki er að segja kannski stór hluta 30% og kannski eru þau að stækka aftur vegna þess að undir þau koma fólk sem hefur ekki svona kosningarétt og við horfum ekki á þetta sem okkar fólk og það er kannski 40% sem hafa orðið og skýtt en við erum bara inn í 60% og segjum, hafa það bara ekki allir gott og eigum við nokkuð að vera með baráttu og meðan ég var að hugsa þetta og við vorum að tala um þetta þá var ég eitthvað svo rosalega sorgmættur að ég vil ekki náð mér og ég hugsaði þú veist, kannski bara er mannfélagið ekki betra þetta, að kannski ef það tekst að sefa þessi 60% og fela, þú veist, 20% eða jafnvel 30% svo vel að þau trufla okkur ekki neitt, það kannski kemur pólsk kona og þrýfur íbúðun okkar og svona, en ég menna við bara vitum ekki af því hvernig þetta fólk hefur það, vitum ekki hvernig öryrkjarnir hafa það, fátæka eftirlauna fólkið, leigjendurnir, það til dæmis, leigjendur ganga í gegnum hörmulega, efnahagslega hörmungar bara frá hruni og við vitum ekki af því, það er aldrei í umræðinu, það er aldrei leigjandi í Kastljósi, það er aldrei leigjandi í Silfur Egils, það er aldrei talað fyrir hönd leigjanda á þinginu og eitthvað svoleiðis
og við erum bara svoleiðis samfélag. Við erum bara inn í einhverju svona, kannski einhverjum hópi sem að getur bara einangra sig frá þeir sem eru hafa það slæmt. Þannig að þið voru að tala réttlætisbaráttuna og hugsjónina. Hugsjónin var ekki nema á meðan að við vorum að berjast baráttu upp á líf og dauða. Að þegar við slöpum inn fyrir að þá var kannski ekki meiri inneign í þessu að við erum ekki til í að berjast fyrir aðra. Og ég hef bara verið að hugsa þetta, ég er ekki að segja þetta sé nákvæmlega svona, en þetta bara satt svo í mér eftir þetta samtal og ég kasti þessu núna til ykkur. Þetta er vandamáli, þetta er bara eins og þegar það var miklu styttra frá því að við vorum í baráttunni. Þá eins og pabbi minn ólst upp við fátækt og bjó í 40 fermetrum með 10 systkinum og stildi sparibuxum með bróður sínum. Og hann fæddist 1950 og hann var svona í tossabekka því hann var fátæklingur og átti bara að verða aumingi þegar hann er stór. Að því að íslenska yfirstétt vildi það og pabbi hans var hreppsómagi og var rifinn frá mömmu sinni 4 ára og settur í eitthvað torkofa og það var miklu styttra. Þannig að eins og pabbi var með, þegar hann var ungur og þegar hann var enda á leiðin inn í hittar eins og segir þá var hann miklu róttækari heldur en hann var síðan að seinni árum og svona en eins og hann var, það var hann og þá voru eins og við tölum listamenn og róttækni og þá voru þeir með leikhús í Fellahverfi og voru að setja upp Grikkina í Fellaskóla. Hann var að sjá hárið og sminku og eitthvað og þetta voru bara bestu leikarar þjóðarinnar sem voru þar bara, vildu færa alltíðinni bara í Fellahverfi, bara gríska harmleikin. Og að þau voru svo nálagt, en ég held að sé, þú veist, ég allavega hef ákveðið það sjálfur að neita mér það. Ég var líka alveg, og ég kem síðan sem þriðji sonurinn í þessum bríleik afi, pabbi og svo ég og var að vinna bara verkamannavinnu og langaði að vera skáld og rithöfundur og ég hef bara það er bara ákvörðun sem maður verður að taka auðvitað, kannski maður komin inn í hlýjuna sjálfur eða eitthvað en maður getur það og flestir taka bara ákvörðun þá greinilega eins og þessi prófessor útskýrir að mér er það bara skítsama hina, mér er skítsama flóttamennina sem neita, þeim er ekki hleypt inn í flóttamannabúðir í Króatíu núna, það eru til það eru byggðar og þeir eru látnir standa úti í snjónum niður í Króatíu, fátækir flóttamenn sem fá ekki aðgang að búðunum sem er búið að byggja því að Króatarnir vilja ekki sjá það og vilja nota þetta sem víti til varnar, geta sendt þetta á myndbönd neðar í álfuna, þannig að enginn komi. Þetta er Miðausturlandi, þannig að það komið alveg örugglega ekki fyrir því. Og kannski, þú veist, það er ákveðin fyrring sem á sér stað, en við, held ég, við þetta bara náttúrulega neitum okkur það og segjum bara, þetta bara samt að vera sósíalisti. Eiga lágstéttirnar einhverja aðkomu að menningunni af því að Biggi búin að segja menningi sé spegill samfélagsins. Nei, þeir eru ekkert með. Lágstéttirnar, henni fátækustu, eru við nokkuð með í menningunni? Ekki á Íslandi. Ekki í Íslandi, af því að Íslandi er náttúrulega lokar á það með tungumálinu. Já, en málið, já, en það er náttúrulega menningu. Hámenning er náttúrulega ekkert á sama stað á lágmenning. Og það sem að ég hef alltaf gert og allir kringum mig, það er í raun og veru það sem er flokkað sem lágmenning. Og það er ennþá alveg tenging við lið sem hefur það bara ekki af hugulegt eins og fólk í Arnarnesinu í því sem ég er að gera, en ég held að sé alveg rétt þegar Mikki svara fyrir svara spurningum, þá ætlar hann kannski að svara út frá því að þú veist, ef það er einhver íslensku bókmenntaverðlaunin, þá er kannski ekkert menn að bara rúlla þanga bara lóðbeint úr bökkunum, svona almennt séð, en það er hins vegar það sem er meira kannski á mér, En nú eru bara kvótasinir sem eru búin að taka yfir appið. Nú eru kvótasinindi búin að taka yfir appið. Þeir náttúrulega ekki búin að taka yfir eitt en eitt, það er bara meginstrauminn, það snýst alltaf meginstrauminn. Það er rottvælega fyrir tilviljun, við fengum enga útvarpsspilun af fyrstu plötunni, samt vorum við áttum landið, eða þú veist, okkar, þú veist, ungt fólk og það. Það var eitt lag sem fengið útvarpsspilun, skilurðu. Það sem ég er að segja er að við erum svona svo Eminem, við erum alltaf gert allt okkar og ég og César A. bróðir minn, en svo við þá fer eitthvað inn í meginstrauminn
og þar í meginströmmnum, þar náttúrulega, þetta orðið svona samþykkt sem popform, þú veist, autotune og svona söngul og poppara, og þar með að kvótasynninir alveg baða sig, sko, þú veist, en náttúrulega til þess að lifa á listinni, þá náttúrulega helvíti heppilegt að maður dettin í meginströmmin, og við höfum allir, við 3 og 4 með Benna listamenn, við höfum allir verið með hluti í meginströmmin, skilur, þannig að en það þýðir ekki það að það enginn sem áraskat en til að þótt að hann sé í meginströmmin. Þú veist, það virðingin og liðið sem að gera þetta og að meina þetta og heldur þessu við og gera verkum að alltaf komi comeback hjá okkur reglulega, skilur svona af alvöru rappi, það náttúrulega það sem skiptir máli, skilur. Ég náttúrulega svo spiltur að ég náttúrulega til sko einhvern veginn óvart einhver sko hámenningu, það svo, þú veist, eru 10% íslenska leikskálda sko Pólverjar eða Litháar? Nei. Eru 10% íslenska tónskálda Pólverjar eða Litháar? Nei. Eru 10% hljóðfæraleikari Sinfóníuhljómsveit Íslands Pólverjar eða Litháar? Jú, það reynda þannig, það nefnilega þannig að það svo mikið af innflytjendum sem að spila það, þannig það þannig. Í Sinfóníuhljómsveit Íslands? Og ég verið að þekki suma með nafni. Ok, það var það einu stað, en þú sér allavega, eru 10% af leikskáldunum í Þjóðleikhúsinu Pólverjar og Litháar? Nei, eru ekki sem eitt leikara, skilur sem að, og þar þessi rosalega tungumála fordómar á Íslandi, eins og ég var að lesa eftir að vera að lesa bók sem heitir Limonov eftir Emmanuel Carrère stofnanda nýja bolsjevikaflokksins í Rússlandi. Já, National Bolsjeviks. Já, Limonov. Hann algjörlega æðislegur. Og en það sko þannig að það þarf sko, og hann í París og hann rétt byrjaður að skrafla á frönsku og hann á okkur fundi með róttækum ritstjóra og hann segir, já, ég endilega til bara að skrifa fyrir blaðið þitt, ef þú reddar með síðanda. Og hann bara, heyrðu, ég að tala við þig á frönsku. Þú skrifa bara eins og þú talar, who gives a shit. Já. Og en við þetta svona frönsk intelligensja sem á einhverja hefði í þessu, við hefum enga hefði í þessu. Við hefum enga hefði í því að leyfa bara pólskum mannesku að sjá Kastljós. Og bara tala hún eins og hún talar. Og sko helst kjaftað þetta. Eða leyfinu vera með þáttar á sig, þá bara tala hún eins og hún talar. Eða leyfinu að bara sviða Þjóðleikhúsinu, þá bara tala hún sjálf. Leyfinu að skrifa grein í fréttablaðið, þá bara skrifar hún eins og hann skrifar. Nei, við viljum búið til eitthvað fake heim fyrir þetta fólk sem til að útiloka þetta fólk fyrir ekki við. Til að útiloka það alveg eins og átt að gera, nema bara verkalýðurinn var sko sá við þeim og af því að verkalýðurinn áður var sko, þú veist, íslenskur og átti þess að þið voru að tala fyrir í dag sko, fyrir keltnesku rætur og áttu alveg skáldskap, skilur hvort sem það Sigurður Breiðfjörð tunnusmiður eða hver sem það þannig að átti einhvern aðgang á tungumálinu, en núna erum við með miklu meiri sko útilokun á þennan hóp og við höfum enga intelligensju á Íslandi sem hefur nokkuð snefið af virðingu. Það veit allt þetta helvitis pakk vill bara stofna hús íslenskra fræða og það kemst engin sko rithöfundur sem skrifa stafsetningavillu. Hvað þá hann skrifar eins og pólskur innflytjandi. Við erum búin að tala svolítið mikið, þannig að ég verð að fara að slá endan í þetta. Hann Biggi nú búin að vera að biðja orðið svolítið lengi. Þannig hann fær að ljúka og segja eitthvað fallegt fyrir okkur inn í helgina. Já, ég seta þannig að þegar spurning sem þú spurðir, mér langar að koma að henni, þú veist, eitthvað vonið og ég seta bara þannig að þessi tilvist bara saga sem ennþá í gangi, skilur, fattur við, hún ekkert lokið. Það er ekki nema 40 ár síðan nýfrjálshyggjan einhvern veginn ýtti í burtu þessari mannlegu umræðu og þetta fór að snúast eitthvað Excel-skjal. Og núna bara kannski að koma dálítið tímapunktur, loftslagsváin bara að fara að segja, heyrðu, eitthvað, skilur, við erum að fara í kreppu, nýfrjálshyggjan bara búin að skýta á sig og það er að koma aðra hugmyndir, þú veist, það verður bara breyting, það mun vera breyting og listalífið fylgir með og alveg eins og það hefur gert og og á að vera, segja bara frá því sem það sér, það horfir í kringum sig, það rótar upp, það segir eitthvað fallegt, sýnir hvað það sér, það þarf ekki endilega að taka afstöðu
Það er ekki að taka afstöðu til að vera pólitískur listamaður. Það er bara að sýna fólki hvað í fucking gangi og leyfa þið sjálfu að hugsa það. Og ég bara að segja þannig að það kannski kemur eða eru núna verða í raun og veru sko, eins og er að koma núna bara svona að það er að fara að æpa á mann þetta spillingadrast, þetta er bara að vera að kreista þetta og þetta er að koma núna upp þetta spillingadót eins og við finnum svo vel og það er að koma kreppa og það er bara að koma tími sem að bara hugsandi fólk sem að vill starfilistum þarf bara að girða í brók og segja frá því sem hann sér. Herðu, þið takið þessi orð með ykkur inn í helgina og allt sem að hér hefur verið sagt. Ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna Biggi, Mikki og svo Benni sem er farinn og sérstakur heiðursgestur þessa þáttar, Erpur Eyvindarson. Ég þakka hlustendur fyrir sem hafa staldrað þetta við og segi bara góða helgi. Gaman að sjá okkur.